Jólasveinar.is kynna með stolti jóladagatal Hurðaskellis og Skjóðu. Kæri vinir, verið þið hjartanlega velkomin í jóladagatal Hurðaskellis og Skjóðu. Tadam! Herðu, í dag ætlum við að gera svolítið skemmtilegt. Ég alltaf til í eitthvað skemmtilegt. Sjáðu hvað ég spennt. Nei, þú ert alveg búin að gleyma, manstu það hér? Þarna já, vel gert. Í dag 7. desember og þau ætla að föndra margnota pakkamiða. Já, ég ætla nefnilega að kenna þér Skjóða að búa til svona fjölnota merkimiða. Fjölnota merkimiða? Já, við kaupum bara svona, það er líka hægt að búa það til, en maður keypir bara svona í föndru og þetta ætlum við að mála með svona krítarmálingu. Já, við ætlum að búa til svona krítarmálingu hér og þá er þetta að skrifa á hana til Skjóðu frá Hurðaskelli. Og svo fæ ég pakkan og svo næsta verður þá þurrka ég út og skrifa kannski til Hurðaskellis frá Skjóðu. Já, og næst eftir það þá bara þurrka ég út og skrifa bara til Skjóðu frá Hurðaskelli. Það er mjög sniðugt og næsta þá þurrka ég það bara út og skrifa bara til Hurðaskellis frá Skjóðu. Já, en svo líka þetta, hengja þetta kannski upp á jólatré. Til Hurðaskellis frá Skjóðu? Já, ég skil þig. Allavega. Þá þurfti maður að skrifa eitthvað annað. Þá getur maður kannski skrifa eitthvað gleðileg jól, elsku mamma, eða eitthvað. Já, ég elska þig. Já, svo myndi ég koma daginn eftir að þurrka og þá myndi ég skrifa bara eitthvað Hurðaskelli, kíktu undir tré. Og þá myndi ég kannski fela mandarínu handa þig. Já, ég kann skrifa ég elska þig líka. Já, krítarmáling. Hvernig máling er það nú eiginlega? Þetta er svona máling sem hægt er að mála á og þegar hún þornar að þá er þetta að kríta á hana og þurrka hana af. Þannig ég ger bara svona ger bara svona pínu hérna. Já, þess vegna gátum við krítað á málinguna. Hörru, ég sé svolítið mikið á mér. Ég líka svolítið mikið á mér. Það var ekki sníðulaust að sprauta svona. Kannski betra að dýfa bara penslinu ofan. Já, ég veit það sko. Jæja, þá er ég bara eftir að gera smá hérna og þá er þetta tilbúið, sjáðu Skjóða! Mitt er líka tilbúið. Þetta er svona. Svona, núna þurfum við bara að lega málinguna þarna og þegar hún er búin að þarna, þá getum við bara að krýta það á það. Sniðugt. Ég veit það. Herði, á ég að segja annars sniðugt? Já. Sko, ég þekki nefnilega eina ömmu og einn afa. Já. Og veistu hvað þau gera? Nei. Sko, þau kannski eru búin að pakka inn öll jólagjöfunum og skrifa kannski, já, til Rósu frá ömmu og afa. Já. Og svo kemur jólabóðin og það er alveg rosa stórt jólabóð. Það er fullt af börnum og barnabörnum og rosa gaman. Síðan fær Rósa pakkan og hvað gerir hún? Hún bara opnar hann og rífur hann upp. Fær pakkan og hendir öllu hinu í ruslið. Já, bara pappírnum og kortinu og í ruslið. Allt saman. Já, og líka sem er pakkan. Veistu hvað amma og afi gera þá? Þegar allt er búið, þá fara þau og taka upp úr ruslinu. Já, þessi pappír er nú heill. Og þetta kort er nú heilt. Já. Og þarna stendur til Rósu frá ömmu og afa. Já. Þannig á næsta ári, þá nota þau bara aftur þetta kort. Þau eru bæði búin að spara pening, hugsa umhverfi sitt og þurfi ekki eða tími að skrifa það. Sniðugt. Já, þurfi ekki að fara að keyra út í búð og kaupa eitthvað nýtt og nota bara gamla. Þú gætir bara, tekið allt upp úr ruslinu og skilað öllum merkimiðanum til allra sem gáðu þið pakka og segið bara hei, notaðu þetta kannski bara aftur næstur og gefa mér pakka. Já! Þetta er svo góð hugmynd hjá ömmu og afa. Þetta er mjög góð hugmynd hjá ömmu og afa. En herðu, þá er þetta bara tilbúið. Ég hlakka til að vera með ykkur á morgun. Þú líka, ekki? Ég líka. Ég veit að maður sem var spennt. Ég er svona spennt. Þú er alveg að koma hjá þér. Herðu, takk fyrir okkur, kveðja, Hurðaskellir og Leiðindaskjóða. Hurðaskellir, þú er búin að segja það svo oft að ég byrja bara að rugglast og segja ég heiti Skjóða. Varstu að rugglast? Já, ég rugglaðist. Ég sagði bara hvað, ég er bara alveg ruggluð í rýminu. Hún er svo kúkú. Þetta var nú sniðugt. Og svo getið þið gert bara hvað sem er við jólaskrautið ykkar. Hengt það á pakka, eða jafnvel á jólatréð, eða skrifa skemmtileg skilaboð til mömmu og pappa og sett á koddann þeirra áður en þau fara að sofa. Við hlökkum til að hitta ykkur aftur á morgun þegar við höldum áfram að föndra.